tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Í þætti vikunar förum við í Voga þar sem bæjarbúum bauðst að læra skyndihjálp. Við kynnum okkur fyrirmyndadag í fyrirtækjum þar sem fólki með skerta starfsgetu bauðst að kynna sér störf. Nýja merkingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eru til umfjöllunar í þættinum. Þá skoðum við hljómahöllina í Reykjanesbæ og förum á æfingu fyrir hljómlist án landamæra. En við byrjum í Vogum á Vatnsleysuströnd. Fyrsta hjálp getur skipt höfuðmáli hvernig til tekst og það því mikilvægt að við hafa rétt viðbrögð þar til hjálp fagaðila berst. Nú lokið skyndihjálpar námskeiðum sem sveitarfélagið Vogar ákvað að bjóða íbúum sínum að kostnaðarlausu. 2 námskeið voru haldin og sóttu þau samtals 20 manns úr sveitarfélaginu. Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri, segir í viðtali við sjónvarp Víkurfrétta að hér sé á ferðinni jákvætt samfélagsverkefni sem til þess fallið að auka öryggi í bæjarfélaginu ef sjúkdóm eða slys ber að höndum. Námskeiðin voru haldin í samstarfi við Rauða krossinn sem hefur verið ötull í að fræða Suðurnesjamenn nauðsyn þess að kunna skyndihjálp. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti við á skyndihjálpar námskeiði í Vogum og ræddi einnig við Ásgeir námskeiðið og það sem helst á döfinni í Vogum þessar mundir. Segðu mig frá þessari ákvörðun bæjaryfirvalda að bjóða bæjarbúum upp á skyndihjálparnámskeið. Já, þetta var svona hugmynd sem kom frá einum bæjarfulltrúa og menn voru svona huglega það hvað geti sveitarfélagið gert gagnlegt fyrir íbúana og þá kom þessi hugmynd upp að það geti bara verið býsna gagnlegt og jafnvel skipt sköpum að fólk sem býr til dæmis eins og við, kannski í 10 mínútna fjarlægð frá sjúkrabílum, að geta þá veitt við fyrstu aðstoð og við vildum leggja okkar að mörkum til þess og endum þessina til námskeiðsins. Þetta voru ykkur 2 kvöld hérna og hvað þokkalega sótt? Já, við auglýstum sem sagt 3 námskeið og vildum gefa fólki kost á að velja þá daga og það endaði með því að við saminuðum seinni 2 námskeiðin í 1 og þetta 20 manns sem sóttu námskeiðin. Ja, þetta mjög nauðsynlegt hérna, í svona þessum jaðarbyggðum að geta brugðist skjótt við? Já, það getur skipt miklu máli og sko þetta vissulega ekki nema 2 tíma námskeið þannig að það út af fyrir sig bara farið í grunnþekkinguna og grundvallaratriðin í skyndihjálp en það getur vissulega skipt máli ef að til dæmis verður hjartastopp svo dæmis tekið að geta veitt fyrstu aðstoð meðan að sjúkrabíllinn á leiðinni með fagfólki, það getur bara skipt sköpum. Hefur starfsfólki hérna hjá okkur tekið þátt í þessu? Já, sumir hafa gert það og við erum einmitt núna með í framhaldi þessu ætlum við að skoða þann möguleika að efna til námskeið fyrir starfsfólk sveitarfélagsins jafnframt. Það hafði vissulega kost á að sækja þessi námskeið líka og sumir gerðu það en nú viljum við í framhaldinu skoða þann möguleika að efna til sérstakt átaks fyrir starfsfólkið okkar. En svona öðru, hvernig lífið í Vogunum þessa dagana? Já, það nú bara fínt sko. Við vorum að klára ársreikning og þann reksturinn gekk vel hjá okkur í fyrra, mun betur en undanfarin ár. Það komið einhverjar krónur aðeins fleiri í kassan? Já, það nú að gera það sko, talsvert fleiri heldur en við reiknuðum með. Það auðvitað mikið að þakka bara ytri aðstæðum, skattekjur hafa hækkað og það hjálpar allt til. En við líka náðu ágætis árangri í rekstrinum og það náttúrulega ekki síst að þakka öllu þessu frábæra starfsfólki sem hérna. Nú, hér aðeins að fjölga íbúðum líka. Við erum komið núna í rúmlega 1160 íbúa sem svona í hærri kantinum í það undanfarin ár. Þannig að það bara gott ástandi hjá okkur. Og aldurssamsetningin þannig að það kannski að fólk að koma með tekjur í bæinn? Já, virðist vera sko. Það aðeins færri að meðaltali í hverjum árgangi í leikskólanum núna heldur en í grunnskólanum. Það svona gefið til kynna það að það eitthvað að breytast aldurssamsetningin. En það máttu nú svona sem gera það líka að því lítinu til að við vorum óvenju hátt hlutfall barna og ungmenna hér með við landsmeðaltal. Nú erum við að fara að færast aðeins nær því aftur og þá sjáum við það líka að meðaltekjur fara eilítið hækkandi. Það sem sagt fleiri vinnandi heldur en áður. Isavia hefur undanfarið unnið að breytingum á skiltum og leiðbeiningakerfi flugvallarins í heild með það að markmiði að auðvelda farþegum að komast leiða sinnar innan flugstöðvarinnar.
Hliðin verða nú aðgreind með lit og bókstaf eftir því hvaða hluta flugstöðarinnar þau eru og hvort þau eru fyrir flug til áfangastaða innan eða utan Schengen svæðisins. Leiðbeiningakerfið er hugsað til framtíðar og mun falla vel að framtíðar uppbyggingu samkvæmt þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar. Áætlunin gerir ráð fyrir nýjum brottfararhliðum til austurs og vesturs frá norðurbyggingu. Þau nýju hlið mun í framtíðinu verða merkt A og B og hliðin í suðurhluta flugstöðarinnar bera bókstafina C og D. Í kvöld var verið að setja upp skiltin og rauninni gera allt tilbúið þannig að fyrstu farþegar í fyrramálið á 50. mótni munu fara hér í gegn og upplifa nýtt merkingakerfi öll hlið og merkingar frá landgangi. Og hvernig eru þessar merkingar? Já, við ákveðum að breyta eins hugmyndafræðinni fram að þessu eins og vonandi flesti þekkja. Þá hefur verið númeraröð eingöngu við flugstöðina og eftir því sem við stækkum meira þá verður númerina sjálfsögðu hærri og hærri og þar leiðandi erfiðar kannski átta sig á svæðum í flugstöðinni. Þannig að við ákveðum að fara að erlendri ráðgjöf að breyta hugmyndafræðinni í bæði svæði sem eru þá aðgreind með bókstöfum og litum og svo númer fyrir aftan þau. Fyrir okkur svona sem þekkjum flugstöðina þá hefur þetta bara verið frá 1 og upp í 30 eitthvað eins og þetta var orðið en núna þið konum eitthvað rauða, græna og bláa liti og bókstafi og númer og hvernig þessu skipt upp? Við vonum allavega að þetta eftir að ganga mjög vel og verði auðskiljanlegra. Við notum til dæmis A fyrir norðurbygginguna og gamla landganginn fyrir númerröðina 1-6 sem margir aðrir þekkja og svo notum við C fyrir efri hæðin á suðurbyggingunni, þar að segja ef þú ert að fara innan Schengen samstarfsins þá ert að fara frá hliði A eða C sem hefur þá númer þar fyrir aftan og ef þú ert að fara til utan Schengen samstarfsins sem þá aðalega til Norður-Ameríku og til Kanada þá ferðu á hlið D. Hvernig umferðin flugstöðin í dag? Hvernig þetta ganga? Þetta náttúrulega bara, þetta erfitt en skemmtilegt og sumari verður mjög umfangsmikið hér á flugvellinum og það var nú kannski eina ástæðan fyrir okkur fannst það mjög nauðsynlegt á þessum tímapunkti að endurhugsa hvernig við erum að leiðbeina farþegum í gegnum flugstöðin okkar og með því að erum við að komast til móts við farþega, sérstaklega skiptifarþega að auðvelda för þeirra sem hafa ekki komið hérna áður að það einfaldlega að segja þeim þegar þeir eru að fara annarkvort í skiptiflug til Evrópu eða aftur til Bandaríkjanna að til að byrja með þá getið til dæmis farþegi frá Evrópu og leiðin til Bandaríkjanna það þetta tilkynna strax þegar þú kemur til Keflavíkur eltu bókstafinn D og hann blár þannig að hann ræður hvort hann eltir bláan eða D hann endar á réttum stað á flugi sem á leiðinni til Norður-Ameríku. Og það var mikil hugmyndasamkeppni á bakvið þessar merkingar? Já, þetta búið að vera ansi lengi bígerð og eins og ég segja, þá fengum við erlendar ráðgjafa til að aðstoða okkur við okkur sem hafa reynslu af flugstöðvum, lestastöðvum og spítulum til að koma með hugmyndir inn og þegar við vorum svona búin að átta okkur á því hvernig við vildum hafa heildarmerkikerfið, þar að segja litina og bókstafina og númerinn, þá var efnt til útboðs og inn í útboðinu var eiginlega hönnun á skiltunum og það kom inn margar skemmtilega tillögur og nafnlaust og úr því var einn tillagan valin sem okkur þótti langbest og uppfyllt allar þær kröfur sem til voru settar og það var frá íslenska fyrirtækinu Logoflex. Og þetta í raun einfaldar merkingar, það fljótlegt að breyta ef þarf að ráðast í slíkt? Já, eitt af því sem við lögðum kannski upp með var að skilti sem vorum áður voru svona hálfgerð listaverk en við ákváðum að fara núna í mjög þunn skilti sem eru með LED-lýsingu, þau eru umhverfisvæn og í rauninni seglar sem eru framan á þeim. Þannig að ef það þarf að gera breytingar eða eitthvað kemur upp sem við viljum snúa við eða sjáum að vera ekki að virka, þá getum við mjög auðveldlega og ódýrt skipt merkingar á svæðinu. Hljómlist án landamæra. Sumardaginn 21. apríl í Hljómahöll. Hér á ferðinni einstakur viðburður sem enginn má láta framhjá sér fara. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Þetta verkefni sem verður í Hljómahöllinni á sumardaginn 1. þar sem framkoma fatlaðir og ófatlaðir hljómlistamenn. Þau eru með bara stórstjörnur í þessu. Já, það að koma fram þarna Salka Sól og Davíð Már, Matti og Valdimar, við erum með Friðrik Dór og Ragnar Vilberg ásamt fleiri stjörnum. Söngkópur Suðurnesja með Magnús Kjartansson, Keflvíking í ekki kannski fyrirrúmi, heldur farabroddi. Geimsteins félagarnir, þeir sjá undirleik, þeir eru þarna líka
Guðmundur og Sigurður Guðmundssynir ásamt pabba sínum, Guðmundi. Og Már Gunnarsson. Már Gunnarsson. Og svona mætti bara lengi telja. Sumardagurinn 1. í Hljómahöll, hvenær? Klukkan? Klukkan 8 og, ekki nóg með það, það er frítt inn. Það er frítt inn fyrir alla og koma að sjá þessar stórkostlegu listamenn, hljómlistamenn sem við eigum, leiða saman hesta. Ég fyrsta andri fyrsti frið, eftir Nínu þatti við og huttust jöttög á hefðufutir. Hún skapti frá að giftast mér. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Vinnumálastofnun hélt fyrirmyndadaginn á föstudag í síðustu viku. Á deginum gefst fólki með skerta starfsgetu tækifæri til að vera gestastarfsmenn í einn dag í fyrirtækjum og stofnunum. Dagurinn er haldinn að írskri fyrirmynd en þar í landi hefur hann öðlast fastan sess. Dagurinn var haldinn hátíðlegur víða land og voru 100 einstaklingar á landinu öllu sem gerðust gestastarfsmenn í einn dag. Þar voru 25 á Suðurnesjum. Í lok dagsins hélt Vinnumálastofnun svo móttöku fyrir þá sem tóku þátt. Fyrirmyndadagurinn snýst það að fólk með skerta starfsgetu fær tækifæri til að vera gestastarfsmenn hjá fyrirtækjum og stofnunum. Svona part úr degi yfirleitt. Og hvað þýðingu hefur svona dagur fyrir fólk með skerta starfsgetu? Þetta er náttúrulega bara frábært tækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu. Því að þetta er oft kannski hópur sem er nýr út af vinnumarkaðinn eða er ekki búin að vera lengi út af vinnumarkaðinum. Þannig að þetta er bara frábært að fá að koma svona bara í part úr degi og taka þátt og sjá hvað aðrir eru að gera á vinnustöðum. Og hvað er þetta margir sem fara í heimsóknir á vinnustæði í dag? Við erum með 25 einstaklinga að taka þátt hérna á Suðurnesjunum í dag og þetta eru yfir 100 manns held ég á landsvísu. Þannig að þetta er bara... Fyrsta skipti núna sem að þessi dagur er haldinn á landsvísu, þannig að rúmlega 100. Já, og þetta er þriðja skiptið eða þriðja ári í röð sem við erum með þennan dag. Við byrjum með 11 manns þegar við byrjum og í fyrra vorum við með 17 og núna 25, þannig að við erum alltaf að bæta við og við erum bara rosa ánægðir með þáttökuna og hvað fyrirtækin eru ótrúlega tilbúin að taka á móti einstaklingunum í heimsókn. Svo er maður að heyra líka hvað þetta hefur gengið vel og hvað fyrirtækin eða fólki í fyrirtækinum þeim finnst þetta bara að gefa þeim mikið líka sko. Þannig að þetta er að báða bóa. Og bara frábært að sjá hvað eru ótrúlega margir komnir hérna, bæði einstaklingar sem voru að taka þátt, komnir í móttökuna og rosalega mikill fjöldi frá fyrirtækjunum líka. Þannig að það er bara frábært dagur. Við erum bara ótrúlega ánægðir með þetta. Fyrirmyndadagur, fyrirmyndafólk, fyrirmyndafyrirtæki, æði. Algjörlega. Jónas Helgi Eyjólfsson, fyrrum rannsóknarlögreglumaður og yfirlögregluþjónn, kynnti sér starfsemi Bjargarinnar geðræktarmiðstöðvar á fyrirmyndadaginn. Ég hef verið að kynna mér hérna, ég er komin hérna í starfskynningu á þessum fyrirmyndadegi og ég hef verið að ræða hér við starfsfólk sem hefur verið að kynna mér starfsemina sem mér líst mjög vel á og ég hef líka verið að spjalla við gesti sem komnir eru í húsið og allt hér á jákvæðum nótum og greinilega mikið og jákvætt starf unnið hérna á þessum stað fyrir þá sem hafa skerta atvinnugetu eða er að komast út í atvinnulífið aftur og ég er meðal annars einn af þeim, er að reyna að komast út í atvinnulífið með einhverjum hætti og ég valdi þennan stað vegna þess að mín fyrri störf tengjast svo mikið
vinnu við fólk og með fólki. Vegna þess að ég var í lögreglunni. Bæði rannsóknarlögreglu og sem stjórnandi í lögreglu. Þannig að mér þótti tilvalið að fá að velja þennan stað af því að það var boðið upp og að bjóða mér að koma hér. Ég var þakklátur starfsmanni hér fyrir hlýjar og góða móttökur og ágætis kaffi. Og hvers vegna ákveðu þið í Björginni að vera með í fyrirmyndadeginum? Já, fyrir það fyrsta náttúrulega þá vinnum við með fólk alla daga og erum náttúrulega að vinna mannrækt, erum athvarfa endurhæfing og viljum náttúrulega taka þátt í öllu jákvæða og góðu sem að gerist hérna á Suðurnesjum og tökum bara brosandi á móti öllum sem vilja koma til okkar og kynna sér starfseminni hjá okkur. Það var svona aðalatrið kannski. Hvaða þýðingu heldur að dagur sem þessi hafi fyrir fólk með skerta starfsgetu? Ég held að hann hafi bara mjög góða þýðingu því það veitir þeim möguleika á að koma inn í fyrirtækjastofnanir, kynna sér starfsemina og sjá hvað er verið að gera og mögulega sjá þeir atvinnutækifæri þar. Isavia tók þátt í fyrirmyndadeginum og fékk til sín 3 starfsmenn sem kynntu sér hluta starfseminar á Keflavíkurflugvelli. Við tókum þátt í fyrra og við ákvæmum að vera með aftur núna í ár. En við erum með 8 starfsmenn í starfi hjá okkur sem eru með skerta starfsgetu og við erum með 4 sem búin að vera hjá okkur frá því árinu 2007 og svo fjölgum við eftir fyrirmyndadaginn í fyrra og einu sinna ráða 4 viðbóta núna í sumar til aðstoða okkur við sumartrafikina. Hvað ertu nú búin að gera hérna í flugstöðinni í dag? Bara að skoða og labba og prófa að gera kerrurnar. Og hvernig fannst þér? Bara fínt, gaman. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að starfa við? Já. Það var mjög gaman að sjá flugvöllina hérna og prófa að læra kerruna og það allt. Og er þetta starf sem þú getur hugsað þér að vinna við? Já. Þetta var fínt starf. Best að eitthvað léttu eins og svona. Í staðinn að fara í eitthvað mjög erfitt fyrst. Var þetta ekkert mál? Þetta var ekkert mál hérna. Það er bara að vanda sig að taka ekki of marga kerrur. Hvernig var svo vinnudagurinn í dag? Það er bara mjög gaman. Það er allavega gaman að spreyta sig á hlutunum hérna og hvernig fólki vinnur hérna. Eins og til dæmis með kerrurnar. Fá svona að vita hvernig maður á að hendla kerrurnar og ganga frá þeim og fleira. Þannig að þú hefur lært margt nýtt í dag? Já, margt mikið sem maður hefur lært. Og reynslu öðru fólki. Og er þetta eitthvað sem þú væri til í að starfa við í framtíðinni? Já, ég myndi allavega hugsa mig það að starfa hérna. Allavega eitthvað nýtt fyrir mér. Vetrarráðstefna Vegagerðarinnar var haldin að þessu sinni í Hljómahöll í Reykjanesbæ. Meðfram ráðstefnunni fór fram sölusýning ýmissa tækja, smára sem mjög stóra, eins og sjá má á meðfylgjandi myndum, en Hljómahöll var umkringd stórum snjóruðningstækjum og búnað af öllum stærðum og gerðum. Tækin hafa vafalaust vakið athygli bæjarbúa, enda ekki á hverjum degi sem bílaplan Hljómahallar fyllist af tryllitækjum af þessari stærðargráðu. Hljómahöll hefur líka vakið athygli á undanförnum misserum og þar ræður poppstjarnan Páll Óskar mestu. Sýning á búningum og munum popparans hefur dregið yfir 16.000 manns í Rocksafn Íslands á einu ári og nú fyrir hver að vera síðastur að sjá sýninguna. Sjónvarp Víkurfrétta tók hús á Hljómahöll og ræddi við Tómas Young, framkvæmdastjóra, Hljómahöllina, Rocksafnið og Stapann. Ja, Tómi, nú er Hljómahöllin nýlega búin að fagna 2 ára afmæli. Hvernig hefur starfsemin gengið og hvernig hefur kannski þróast á þessum 2 árum? Hún hefur bara gengið mjög vel og öll aðsókn farið langt fram úr öllum væntingum sem voru hérna í upphafi. Og eins og til dæmis á Rocksafni það við gerðum ráð fyrir að fá kannski 5.000–10.000 gestir á ári og gaman að segja frá því núna að það voru 16.000 gestir sem komu á árinu 2015 og það er kannski líka að þakka honum Páli Óskari sem ákvaði að gefa okkur hérna öll fötin sín og í rauninu bara gefa okkur allt nema jólaskautið sitt og fötin sem hann klæðist sko. Og sú sýning er búin að vera mjög vinsæl og 16.000 mann sem sá sýningunni fyrra og aðsókn er ennþá brjáluð og við erum ennþá að taka á móti hópum. Það er ýmislegt fleira sem er í gangi hérna. Það eru ráðstefnur og alls kyns veislur og svona. Hvað bjóðið þið upp á hérna? Já, við erum alltaf einn af stóru liðunum sem við erum að gera hérna er að leigja út sali og það er rauninni fer svona mesta vinnan hjá okkur svona daglega í það að sinna þeim fyrirspurnum og framkvæma þá viðburði og
til dæmis núna ráðstefna inn í Stapa, við erum að gera fermingarveislur, brúðkaupsveislur, árshátíðir, lokahóf hjá alls konar knattspyrnu og körfuboltadeildum og já, við erum bara hvað sem sko. Og auðvitað tónleikahaldir líka, þannig að tónleika og viðburðahaldið. Já, hér með Ísland og annað og svona, hérna, hvaða viðburði getið þið reynilega ekki hýst hérna? Það allt í boði? Já, við náttúrulega erum með sögufræga félagsheimili Stapa sem búið að taka alveg í gegn og þar erum við með risastórt svið, rúmlega 100 fermetrar svið, þannig að það mjög fátt sem við getum ekki gert. Við erum kannski ekki undir það búin að fara að halda hérna leiksýningar, við erum ekki leikhús, en tónleikar á öllum stærðum gerðum hafa náttúrulega verið hérna og það eitthvað, ég held að það sé mjög fátt í fyrirstöðu fyrir eitthvað tónlistamenn að koma hingað sko. Og þetta salurinn tekur alltaf 450 manns í sæti, þannig að mjög fín aðstæðan þetta. Svo erum við alltaf með líka annan tónleikasal sem heitir Berg. Það er nándin aðeins meiri, það situr fólki aðeins næri listamönnunum og það eru 100 sæti, svona aðeins minna. En bara já, mjög flotti salir sem að held ég allir tónlistamenn geta nýtt sér. Nú eru Akureyringar með Hof og Reykvíkingar með Hörpuna. Er þetta sambarilegt hérna hjá okkur? Já, við erum alveg í þessum hópi, myndi ég að segja. Og þetta konsept Hljómahöll, það var alltaf hugmyndin að þetta hús yrði svona, tónlistarmiðja bæjarins. Og já, þetta er svona svipað konsept. Það eru tónleikar og það eru ráðstefnur og hér er tónlistarskóli, eitt flottasti tónlistarskóli á landinu og yfir nafnið á þessu öllu, þessu konseptið er Hljómahöll. Hvernig sérðu þetta þróast áfram? Er eitthvað meira sem við getum bætt við eða? Já, við erum alveg með nokkra svona galnar hugmyndir sko, svona upp í erminni. Ein hugmyndin sem við erum svona að nostra við núna þessa dagana er til að auka nýtinguna. Nýtingin er mjög fín sko, og er alltaf að aukast á sölunum sko. En það koma svona dauði punktar eins og sumrin til dæmis. Við erum alveg með 4-5 brúðkaup í sumar og allt það. En svona í samanburði við veturinn þá er svona frekar lítið að vera. Og ein af þessum hugmyndum sem við höfum að það er að og það var mjög nálægt í að fá stóra hljómsveit sem var að spila á ATP sem hafði áhuga því áður en þeir byrjuðu að túra að koma til Íslands í viku eða 10 daga til að æfa. Og þessar hljómsveitir sem eru svona þessar stærri gráði, það er venjulega að nota bara einhver svona lítil venue eða litla tónleikasali. Og Stapi hefur alveg fullkomin fyrir þessar hljómsveitir og svo reynda breyttust þau í plön. En það er eitthvað sem ég var alveg til að markaðsetja húsið meira út á fyrir hljómsveitir í Evrópu sem að fara yfir til Bandaríkjanna að túra, að það myndu stoppa hér og æfa. Því það þarf að hóa, þegar hljómsveitir eru á þessu stærðargráðu, það þarf að hóa þessu liðið saman, rótararnir kannski eru Spánverjar og tónlistarmaður, bassalekarinn býr í Finnlandi og resturinn hljómsveitin í Englandi. Viltu ekki uppljóstra hvaða hljómsveit er? Sem kom næst í því. Portishead var næst í búin að ákveða að vera í 10 daga að æfa, en bókaði svo tónleika þarna viku fyrir ATP. Já, þannig að þetta er eitthvað sem við höfum áhuga á að markaðsetja svona erlendis, og þetta virkar í báðar áttir. Ef amerískar hljómsveitir eru að fara að túra í Evrópu, að þær þá komið saman hér á svona hub fyrst og bara gisti hér og æfi hér og haldi svo áfram til Evrópu og fara á túr. Þannig að þetta er einu af þeim hugmyndir sem við teljum að getur svona komið húsin í betri notkun og auki ferðamannastrauminn og svona. Allar þessar ráðstefnur og allt þetta er náttúrulega mikið sem er að koma kannski af höfuðborgarsvæðinu. Er fólk í meira mæli að vita, að kynnast ykkar starfsemi, að vita meira af ykkur? Já, ég held það og ég held að orðið bara sé búið að spyrjast svolítið fljótt út. Alltaf með hverjum einasta viðburð þá koma 50, 100, 300 manns og þannig svona fer orðsporið af stað og bara því, já, ég þarf að minna mig á að í hverjum einasta mánuði þetta er uppbyggingarstarfsemi og það tekur tíma að komast á kortið. En ég hef sagt það áður að húsið er í dag komið á þann stað, bæði varðandi salarlegun og rocksafnið og bara allar þessar fyrirspurnir á þeim stað sem við vorum svona vonast til að vera komin eftir 3-5 ár. En það er orðið það mikið að gera og við erum bara 2 ára. Þannig að þetta var svona það sem við sáum fyrir okkur, að yrði svona eftir 3-4 ár. En við bara höldum að bara með hvernig húsið lítur út og það fólk sem er að vinna á þjónustu viðburðum og svona, það er mjög þjónustulunda og með alla þekkingu og mentað í þessu fagi að það verður til þess að orðsporið spyrst nokkuð fljótt út og gestirnir ánægðir og allir kúnnar ánægðir. Að lokum langar með að spyrja kannski, nú er sýningin hans Palla, hún er að fara úr húsi, væntanlega eitthvað svona sem tekur við. Getur þú uppljóstrað eitthvað það? Nei, við erum ekki búin að gefa það út ennþá, en sýningin Palla mun væntanlega klárast í júní og svo ætlum við að opna nýja sýningu á ljósanótt í byrjun september í haust og það verður bara komið ljós hver það verður. Einhver stór fígur á íslensku tónlistarlífi væntanlega? Já.
leið og þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkur frétta, vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is en þar að finna golffréttir alla daga ársins. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube-rásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma með ábendingar áhugavert efni í þáttinn og hafa samband við okkur á vaff@vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst þetta viku, verið sæl. Hljómlist án landamæra, sumardaginn 1. 21. apríl í Hljómahöll. Hér á ferðinni einstakur viðburður sem enginn má láta framhjá sér fara. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.